Lilja Rut Hlynsdóttir. Lilja, það er brosið okkur sólin í dag, vonandi á morgun. Þá eru fjör, þá eru að taka á móti IBVF. Hvernig læst þið í ykkur? Bara mjög vel. Þetta verður hörkuleikur og þegar við veitum alveg hvað IBVF-stelpurnar geta og hverja styrkleginni þeirra eru, þannig að við þurfum að gera allt sem við getum til að loka það þá. Það er ættu kannski líka að vera að læra hver styrkleiki ykkar er. Þið eru búin að mæta þrisvar sinnum á þessu ári og vinna alla leikina. Já, okkur við þekkjum alveg, þessi lið þekkja hvort annað mjög vel, þannig að já, þetta verður hörkuleikar eins og ég segi. Þó þið hafið unnið þrisvar sinnum í sumar eða á þessu ári, þá gefur það svo sem ekki, það getur allt gerst. Þið eru ekkert öruggar. Já, ekki spurning, það getur alltaf allt gerst og eins og segi, þá er það mjög flott lið, þannig að það skiptir engu hvernig hina leikarnir fóru. Er það ekki svolítið skrítið að horfa upp á það að Bryndís Lára er komin í markið núna aftur hjá þeim? Jú, það er það, en hún má reyndar ekki spila á morgun, en ég er bara mjög ánægð að hún sé komin aftur í fótbolta og bara óska henni allsins besta. Hún er náttúrulega geggjaður markmaður. Já, hún er geggjuð, en það á hún líka bara að vera í marki. Ekki spjótkast? Já, bara bæði. Lilja, við náttúrulega erum með, við erum með besta heimavöll á landinu, bestu áhorfendur á landinu, við erum með besta lið á landinu, liðið er með bestan árangur allar liða. Þetta er bara ávísun á skemmtun og taumlausa gleði og áhorfendur bara verða að flikkast á völlin. Já, ekki spurning, það er náttúrulega frábær umgjörð sem við höfum hérna og bara hvetja alla til að mæta leikinu morgun. Umgjörð náttúrulega verður að vera bara í takti frábært lið. Já, ekki spurning. Það er 3 stig á morgun. Já, algjörlega. Takk fyrir. Takk fyrir.